Við eigum ekki þingmenn að láta það yfir okkur ganga að við séum ekki að ræða málefnin sem skipta þjóðin okkar öllu máli. Við höfum aldrei séð það eins svart. Við höfum aldrei séð það eins svart. Og það kominn tími til þess að þingið fái þann kraft og þann mátt sem að það á að hafa. Ég tek undir það sem háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal sagði áðan. Þingið er máttlaust. Sú umræða sem mun snúast framtíð íslensku þjóðarinnar og þau stefnumið sem þar verði hávegum, slík umræða á að fara fram í þessum sal. Til þess erum við kjörin, undan því skulum við ekki víkjast. Ég hefði kosið að aðild þingsins að einu og öllu, aðild þingsins að gerð frumvarpa, aðild þingsins að umræðu gerð frumvarpa, aðild þingsins að flest öllum málum væri meiri heldur en hún er. Minn flokkur, Sjálfstæðisflokkurinn, ber ábyrgð á þessu sem og allir aðrir flokkar sem sitja á þingi. Hæstvirtur forseti þingsins hefur þó reynt á þessum tíma að breyta verklagi þingsins og það vel, hefur fyrst og síðast gert það með tilliti til þingskapa hér í þinginu, en ég held að allir þingmenn þurfi hvar í flokki sem þeir standa að velta fyrir sér því að við séum ekki afgreiðslustofnun, heldur séum við hluti af því að setja landinu lög, ekki bara að ákveða það sem fram kemur frá framkvæmdarvaldinu, heldur líka að vera þátttakendur í því. Þetta er ekki svona, þetta hefur ekki verið svona áratugaskeið, þetta hefur verið með öðrum hætti og þessu þarf einfaldlega að breyta. Að öðrum kosti erum við þingmenn hér eins og ágætar afgreiðsludömur eða herrar í búð. Það var Katrín Jakobsdóttir, þingmaður Vinstri grænna, sem hóf umræðu hversu veika stöðu Alþingi hefði í að móta nýja efnahagsáætlun fyrir landið og hlaut þennan öfluga og óvænta stuðning. Er Alþingi fyrst og fremst umræðuvettvangur eða er það hér til að taka raunverulegar ákvarðanir, ekki bara að virka eins og einhver búðakassi þegar einhver annar er búinn að fylla í körfuna? Þá gagnrýndi Katrín að ákvörðun að hækka stýrivexti hefði ekki verið rædd í þinginu en komið hefur fram að Seðlabankinn hefur vísað á samkomulag ríkisstjórnarinnar og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem ástæðu hækkunarinnar. Ég er hjartanlega ósammála því að Seðlabankinn sé að hækka stýrivexti í þessari stöðu. Ég held að hafi bara akkúrat engin áhrif. Ég held að hækkun stýrivexta hemji ekki útflutning af fjármagni til útlanda og hækkun stýrivexta hvorki eykur sparnaðinn né minnkar hann eins og tilgangurinn væri. Þannig að ef að ég fengi að ráða þá ætti stýrivextir ekki að lækka, heldur ætti að vera nýir stýrivextir 6%, ég hef nefnt það. En Seðlabankinn ræður þessu og við höfum sett hann sem sjálfstæðan einmitt til að ráða því.